Já, þetta var eiginlega bara eina lagi sem ég datt í hug þegar ég heyrði það að Ólína Þorvaldsdóttir væri tekin við Bifröst. Þetta er bara eina lagi sem kemur í greina. Það ekki? Jú. Bara ég sá fréttina og mér strax hugsa til við okkar í stuðmönnum. Nei, þetta er okkar í stuðmönnum. Já, og ég meina, þetta er frábært lag þetta, en hérna, eins og flest annað sem frá Jakobi kemur, en sko, það að þessi miklu vandræði á Bifröst, sem ekkert búin, það er augljóslega ekki. Nei, ég meina, rétt að byrja. You ain't seen nothing yet. Það alls konar, sko, hérna, óleyst vandamál við það sem að var til umfjöllunarna, en að taka þá ákvörðun að byrju, nú þurfum við einhvern til þess að stilla til friðar. Hver kemur til greinaði það? Jú, Ólína Þorvaldsdóttir. Við ætlum að taka smá vinkil á þessu eftir. Við erum velkomnir. Stefán Stefánsson, Andrés Mátnason. Takk. Hvað segir gott? Bara allt ljúft. Við erum bara í stuði. Þetta er með hugan á Bifröst. Þetta er mitt heima hérað og mann er ekki saman þennan fallega merka stað. Ég byrði þó að hann sé tengdur Framsóknarflokknum og sögu hans og rembir vitni. Við erum nú væntanlega eitthvað að fara að ræða málefni Framsóknarflokksins líka. Já, komin á það. Já, það er nóg að taka. Það er langur það, bara spennið beltin. Það er þáttur framöndan. Sko. Það er engin fréttaþurrð. Já. Eini vandinn er sá að við Andrés erum illa inn í þessum málum og enn síður er það svo að við höfum skoðun á þeim. Já. Þannig að þú kannski hendur þessu bara uppi. Við sjáum hvað setur. Já, en þannig að við getum sagt hvað sem er. Já. Það er byrjuninni. Maður fer alltaf... Já, það er ekki yfirleitt það sem maður gerir. Jú, svona yfirleitt. Þó ekki alltaf. Það er upp og ofan í þessu þáttum hér. Maður fer alltaf að regla á kringlunarkrana. Já, ég ætla að koma að þessu eftir smá stund, en sko maður fer alltaf að regla á kringlunarkrana. Og við höfum verið að vinna svolítið með að láta gesti spyrja viðmælandi spurninga. Og ég var búin að segja fólki að þið var að koma og það var maður sem klukkaði með þar og hann spurði bara þessar einföldu spurningar. Þetta er ekki 10 hraðarspurningar, þetta er bara ein stór spurning. Fyrir ekki Gísli, ég þarf að fara á salernið, Andrés sér þetta? Nei, býtu. Ég þarf einmitt að fara að afrista ískapið minn. Í næstu viku verður haldið málþing í Háskóla Íslands. Málþing sem ber yfirskriftina hugmyndur fjölskylduna út frá kenningum marxisma og hinsiðinfræða. Spurningin er bara ætlið að fara. Ég get nú upplýstaði þessum þætti. Ég tók með það bestarleyfi að skrá okkur alla þannig, sko. Hefur við ekki linka á þetta námskeið, strákar? Ég er því miður upptekinn, veit ég, á þessu tíma, því ég verð staddur á annarri ráðstefnu við Háskólann sem verður umfjöllun 2 daga ráðstefna, sko. Já, það er einstaks ráðstefna sem ég er á þarna og það er sko hugmyndir menntakerfið út frá kenningum nasismans. Já. Og það verður held ég mjög spennandi líka. Hver er að halda þá hvar? Ég ætla þess ekki sama fólk, ég meina það er menn að halda námskeið hvað kalluður þetta? Námskeið, 2 daga málstofu, sko. Háskóla Íslands. Fjölskylduna út frá kenningum marxisma sem er sennilega svo hugmyndafræði sem að leitt hefur mestar hörmungar og dauðsföll yfir heimsbyggðina. Ekkert sannilega, það er bara líka algjörlega fyrir. Sko, það veldur nú sérstaklega vonbrigði hjá mér að sjá þetta námskeið þarna í Háskóla Íslands og þeir kunni ekki að stafsendingun alveg, sko, marxismi er með litlu emmi, skulum bara byrja þar. En ok, Andrés. Nei, en hitt eru þetta... Það gengisveldir námskeið. Algjörlega. Sem þetta er ókipið sína. Og gengisveldir Háskólan. Nei, en það er það að, sko, það skuli vera að ræða, sko, hugmyndir fjölskylduna út frá kenningum marxisma. Hættu nú alveg, sko. Kenningar eru það sem hefur verið sett fram og hefur ekki verið afsannað. Marxismin, sko, hann var bara algjörlega strókaður út. Já, hann gerði það eða sjálfur bara? Já, ég er ekki bara að tala um í rauninni, þetta líka að fræðilegu bara þær kenningar og tilgátur sem sett voru fram í hans nafni hafa bara allavega verið feldar. Já. Þannig að, sko, hvað háskólasamfélagið er að vilja upp á dekk með þetta núna, að bendi til þess að það sé einhver á hræðilegum villigötum. Ég get mætt þarna að þetta sýnist mér 4:30 sko fyrir daginn. Þá er wine reception kindly provided by the Department of Gender Studies. Já. Og ég ætli þetta séu kynhlutlaus vín. Það kemur ljós. Ætli þetta hafi verið já. Ég veist betur. Hvað er að þessu fólki? og byrja á fyrirlýsar, er þetta fólk til?
Þetta er allt þetta minna við svolítið á kenningur Helgu Kress. Já, en sko, því fyrir ekki, þegar maður sér einmitt svona tveggjata ráðstöfnu með vínsmökkun og hádegisverðum og alls konar finnitum. Ég get ekki tekið mikið marka á Silju Báru rektor þegar hún síðan að birtast í fjölmiðlum greinendur fjárskorti og það sé bara endalaust niðurskurður og þessi er komin alveg inn að beini. Það er bara augljóslega ósannandi. Já, ef að háskólinn hefði nóg þá væri kannski þessi málfundur í 3 daga, en ekki 2. Þess að 3 fulla daga. Og ef þetta væri alvöru háskóli, þá væri þetta þing ekki til stað. En það er sko, já. Næsta verkefni er að fá Ólaf Ágústsson til þess að reikna út hversu margfallega fjármunirnir sem að lagður í þessar ráðstefnu muni skila sér aftur út í hagkerfið. Og ég hugsa að það fari ekki undir margfaldaran 8. Nei, til bæði hinsegin fólks og marxista. Já. Kannski fjölskyldna. Þetta var bara já en einspurning, þannig að þið ætla ekki að mæta sérst. Ég get mæta þetta 16:30. Þú er búin að ská okkur. Við mætum svona alltaf í kjötkompanið og þeir mæta til okkar. Ég var með að þessar ljúflingu veitingar. Í gærkvöldi þá dýrlegustu straujátt steik, flat iron, sem að ég bara munnvikin látið leika. Já. Þetta er svo einfalt og hún er auðvitað örþunn, þetta er steik sem hefur ekki verið lengi á markaði. Ég held að þetta sé sko kjötið sem er skafið ofan af sininni á öxl nautsins, ef ég skilja rétt. Þannig að þetta er þunnur biti. Mín neðust er svo að maður grillar þetta á funheitu grillinu í 2 mínútur á hvorri hlið, lætur þetta hvíla í 10 mínútur undir álpapír og þetta er svo mjúkt undir tönn, sinir mínir, þeir sko anda þess að sér. Þeir eru strákar fættið 2016-19, þeir eru að taka kannski 300 grömm af svona steik í dinner. Má ekki minna vera. Þetta eru heljarmenni eins og faðir þeirra. Já, eldað með Stefán Einari. Það er ættum við kannski að taka þáttu bara yfir grilli? Já, ég hef nú brennt mig á því að vera fjalla mikið uppskriftir og annað þetta. Og matategundir? Já, ég reynir svona kannski að halda þessu í ákveðnu. Haltu bara í kjötunu? Skerpikjötunu. Já, því líka, akkurat, mjög gott. Hér eru líka með drykki frá nýjum vinum okkar. Já, kalda? Þetta er nú ekki nýju vinn, við höfum nú drukkið kalda bjór árum saman. Já. Þó þú hafir neðst þess að halda öðru fram hér árum áður. Ég hef alltaf verið mikill aðdáðandi kalda. Það er svona eiginlega einin bjóra sem drekka einhverju viti. Við óhætt að opna þetta? Við gjör svo vel, bara það er enginn að dæma. Alltaf þú er læt? Nei, ég held ekki. Styrmir í kampaðsjöleina, hann kemur eftir í næstu viku með eitthvað gott að tugur. En í mikil tíðin þá höfum við þetta og svo höfum við þetta áfram bara. Ég heyrði að lætbjörðina var í mjög bræðgóður. Ég ætla að smakka hann af því að maður er svona verið að draga úr einhverjum hitaeiningum með litla mannokri. Kaldin alltaf var með okkur í sumar líka á bjórkvöldunum Akureyri. Heldur betur og þeir eru, þetta er fyrsta svona, ef það hægt að kalla microbrúri eða svona karakterbrugghú sem kom fram á sjónvarpssviði. Maður bara þetta fór að koma í vínbúðunar og flöskubjórun frá þeim fyrst. Og hvað þetta var frískandi að fá loksins einhvern íslenska bjór sem var alveg karakter í. Svo þetta hefur skrifast mjög löng og mikil saga síðan. Ég hef nú talt svo eftir upp á ýmsa aðra framleiðendur líka, Ölvi Solt og mér Bríó og góður annað, en þetta er svolítið kóngurinn að því að hann var sá sem ruddi brautina. Já. Og saga þessara fjölskyldu sem að flyttu þarna inn einhver tekniskan bruggmestar og annað og byggir þetta bara upp frá grunni. Þetta er þetta ótrúlega saga. Vaskustund. Já, mér finnst líka að skipta máli einmitt eins og nefnir að það er karakter í honum og hann er svona þéttur af því að það hafa mörg af þessum svona mikróbrugghúsum fara út í það að búa til karakter einfallega með því að bara vera með meiri humal og vera með einhvern veginn bara eins og Vorsins Rósir. Stundum ganga menn alltaf langt í því. Verður eitthvað annað en bjór, en þetta er Þetta haldaði fram að stæði í Borgarfirði hafi gengið langt eða þeir notuðu hvalseistu til að brugga þorrabjórinn eitt árið. Mjög það bara alveg ógeðslega góð bjór. Gengur alls ekki nógu langt. Nei, við njótum þessara veitinga hér. Þessi þáttu ekki fyrir loftið föstudaginn 13. Bara hvað getur farið úrskeiðis? Það er nú fátt. Ég verð þegar að fólk verður að hlusta þetta í flugi á leið til Uppsala í Svíþjóð, þann merka háskólabæ. Það er endur að fljúga í gegnum Frankfurt sem er ekki kannski það umhverfisvænasta sem maður getur hugsað sér. En í ljósi þess að Vinstri grænir ekki lengur á þingja þá hefur maður kannski ekki jafn miklar áhyggjur. Ert þú ekki með loftslags svona samvinskupið? Nei, hvað heitir það? Loftslagskvíða? Já. Nei.
Var ekki að koma eitthvað annað orð sem menn voru að nota fyrir nokkrum árum, voru ekki bara loftslagsbitið eitthvað svona? Ég er búin að vera á hreinu rafbíl síðan 2015 sko, í 11 ár, var einn af fyrstu mönnunum til þess að leggja út á þá leið og ég stutt við skórækt og ég flokka allt mitt rusl mjög vel og ég gengi sömu fötunum í 10 daga á þess að þvo þau til þess að draga vatnsnotkun. Grín. Þetta ég er ekki haldinn neinu kvíða þetta, en auðvitað hefði maður kannski vilja stytta flugleiðina þarna út, bara að því að það er leiðilegt að sitja í flugvél. En ég hef fylgt þeirri reglur sem þetta að lesa skýrslur það hvað opinberir starfsmenn ferðast mikið til útlanda og ég fylgi bara þeirra fordæmi og svo aukning hefur verið algjörlega stöðug undanfarnar. Já. Svakari tíðindimaður í gær með Icelandair. Þetta flugfélag hefur aldrei verið eins hot í mínum huga. Það fór til Tromsø og Bergen. Hugsið ykkur. Er Lófóten næst eða hvað? Nei, Lófóten virðist nú alltaf skilin eftir og út undan. Markaðurinn tekur ekki sérstaklega vel í þetta. Hvað er hann að laka? Við erum að taka upp hér á 50 degi. 3,3%. Já. Menn hata Bergen á markaðurum. Ég er nú komin til Tromsø, það er nú gaman að koma þangað. Sérstaklega veitunar. Ég millilent í Tromsø á Svalbarða. Já. Og það var dálítið óhugguleg tilfinning, SAS flýgur Oslo og lenti í Tromsø til þess að afísa vélina og bæta á eldsneyti og svo bara haldið í hánorður í 8 norðurpólnum og maður vissi að þar væri einhvers staðar út í sortanum 1 flugbraut, alveg óhað vindátt og slíku. Og 200 ísbirnir. Já, 200 ísbirnir og þú veist, ef maður lenti í sjónum og þetta búið, ef maður lenti á jöklinum þá verður maður étin á ísbirni og þetta er dálítið svona kaldananlegt að halda svona út í sortan. Og lendi á vitlausum stað á eiginu og þá ertu étin á rússnesku námuverkamönnum. Ég fór í þessari ferð einmitt í báða rússnesku námubæina, Píramíden og Barentsburg. Það var ótrúlegt, bara þar hafði tíminn staðið í stað, ótrúlega fátækt og einhvern veginn greimdgakvar þessu starfsfólki, menn kolsvartir í framan að koma út úr þessum námum og svo var þetta bara stytta af Lenin í öðru þorpin og það er ótrúlega að sagja þetta með Svalbarða líka fyrst að við ákveðum að taka upp hérna sérstakann þátt þetta svæði Þú taka þetta góða klukkutími hvernig menn bara á 19. öld eru fannir að sigla þarna norður eftir bara algjörlega út í raskat eins og maður getur leitt sér að segja til þess að sækja kol og menn lágu þarna bara á 4 fótum í ótrúlega mjóum göngum sem að liggja inn í fjallshlíðarnar að sækja þetta eldsneyti sem að íslenskir umhverfisverndar sinnar vilja frekar að sé nýtt þess að bræða ál heldur en hinn hreina íslenska fallorka úr vatnsföllunum okkur. Þetta er líka svo svakalegu staður að þýlit til að þegar mér fengu hér fyrir nokkrum árum svona meiri áhuga á farsóttum að fóruði þangað til þess að grafa upp í jörð lík fólk sem hafði dáið spænskuvekinni 1918 vegna þess að þar liði síkillin ennþá góðu lífi. Já. Ég heyri bara að það stefnir í rosalega þótt hjá okkur. Já, en ef við rekjum okkur lengra aftur í sögunni með Svalbarða leiðilegustu menn á Íslandi samankomnir. Já, það var allan engin líkræðun upp á þjóðmál.is. Nei, það eru enga beinagrindur í skapunum heldur. Nei, það er ekki þannig. Hvetjum auðvitað hlustunum til að kíkja á þjóðmál.is, skrá sig í þjóðmálastofuna, vera hluta þessu samfélagi. Er einhver í þessa þjóðmálastofu? Það eru hátt í 500 manns. Já. Þannig það er bara... Og fer fjölgandi? Já, ég held ef við líka brýna fyrir hlustum að það er mjög mikilvægt fyrir að ganga í þjóðmálastofuna og skrá sig þar inn í áskrift, leið mér að segja, til þess að halda þessum vettvangi lifandi en þó ekki síður til þess að snúa hagkerfið í gang og að það verði hér eitt að verða með þetta sköpunar haustan í. Já, heldur betur. Mætti nú kannski uppfæra myndina á hátíðakvöldinu, áramóta kíkinu. Já, ég þarf að gera það. Það er líka inn á þessar síðu þetta að kaupa, halda hagkerfinu gangandi með að kaupa þessar flottu vörur sem að við erum í IT House of Brands að búa til fyrir okkur. Ég nota þess að derhúfi mikið í ræktinni. Já, farið góð viðbröð? Nei, bara ég lyfti þingra. Já, þetta er bara eins og kreatín. Ég fer mikið með þjóðmál er valdeflandi hlaðvar. Já, ég fer mikið með þessa húfu í ræktina með, sko, ég er ekkert í ræktinni, en bara leiðum mig sjá húfuna og það segir þessi ætlar að taka á því. Hvenær fórst þú síðast í rækt, Andrés? Kýrst að svara þessari spurningu, þess að sagfælega mig ekki. En þú veist, hreyfur þið eitthvað? Já, ég hljópa til strætói fyrra og
Hljóp hinga núna. Það fannst mér nú ekki. Búlístrákarnir sitja með þjóðmálahúfuna í settunni hjá okkur. Já, geggjaðar húfur. Flottir strákar, búlís mitt í það. Ánægð með þetta. Herðu, förum að ræða pólitík. Þættum að tala Svalbarða og dauða rosa. Förum að ræða Anna Frost. Nú allir stóru flokkarnir Reykjavík konum með 8, ekki rétt mér. Já, stóru flokkarnir, þú veist, allir svona þessi helstu, ekki bara flokkar fólksins sem eftir að ákvæða sín 8. Það bil. Já. Ari Edvald kom fram í vikunni, var kynntur sem 8. miðflokksins. Já. 2000 viðtöluðan á mánudeginum. Ég bara kvatt hann á vettvang og hann mætti. Já. Ólíkt sumum. Já, kannski fyrir mig það einhvern veginn senna, en ég verð að viðkenna, hafðu þið heyrt, þar sem ég ætla að viðkenna, ég hafði ekki heyrt nafn Ara nefnt í þessu samhengi dagan undan. Jú, ég hafði nú heyrt hans nafn skvísla meðal annarra, sko. Já, takk fyrir að upplýsa mig það, en þetta kom mér svo þrum úr heiskir lofti. Ég heyrði nafnið hans kastar fram þegar að sonur hans gaf sig fram á vettvang. Páll Edvald. Já, hvort að það væri þá langt í að sko Ari geri slíkt í sama og það var náttúrulega horfamendið þess að unnustans við Ringbjörg Davíðsdóttir, þingmaður miðflokksins. Þannig að þarna væri bara enn eitt fjölskylduveldið innan flokksins að rísa upp. Þetta eru Kennedy-arnir á Íslandi, en þótti þetta mál ekki eða það að Páll skildi gefa sig fram, þótti það ekki draga úr líkonum á að pappans myndi gera? Já, ekki eins og að tala um það með mig en. Nei, ok. Keep it in the family. Já, það er bara. Eins og ég kýsa að kalla það. Nei, en sko alveg. Hvað þýðir þetta? Segja okkur eitthvað sem við vitum ekki þetta. Hvað þýðir þetta fyrir pólitíkina? Hvernig kemur næsta könnun, Andrés? Ég er nú bara ekki hugmyndu það. Ég myndi að halda svona með allt venjulegt að við ættum að sjá hana bara strax í næstu viku en ég er ekki búin að fá henni dagsendingu. En ég held að sko að Ari hann kemur þarna fram og auðvitað Björn Ingi Hrafnssonur okkar, hann búin að vera að sko undirbúa jarðveginn og það gefið út þetta myndband og mikil trommusláttur í aðdragandanum. Já, og alveg dásamlegur samkvæmsleikur sem að fór af stað sko, það bara hver væri huldumadurinn og ýmist nöfn nefndi í því samhengi. En svo kemur Ari fram og hann óhrættur að gefa sig fram í fjölmiðla og kemur til þín. Af öllum mögulegum. Og svara bara þeim spurningum sem að fyrir hann eru lagðar og sumar voru ekki auðveldar. Persónlegar, og tæknileg mál líka sem að krefjast þess að menn setji sig inn í hlutina og hann virtist vera vel undirbúinn, þetta viðurkennda þar svo sem að þetta hefði átt sér nokkurn aðdraganda, einhverja vikur og síðan þetta kannski leiði fyrir síðustu 10 dagana og þetta geta menn sett sig og menn sem kannski almennt eru þokkal inn í málunum geta þá bætt áttið hressilega ofan á sína þekkingu svona tæknilega atriðvarandi borgarlínuna eða leikskólamál og annað í þeim dúr. Könnunin næstu viku, ég ætla að spá því að þessi tíðindi þar sé að það sé staðfest að það sé maður úr Sjálfstæðisflokknum, einhverju leyti með að halda því fram að sé þungavíkta maður úr Sjálfstæðisflokknum úr íslensku atvinnulífi frá fyrir tíð, að þetta geti kostað Sjálfstæðisflokkinn til skamstíma þeim minnsta 5-10% stig. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn geti sjunkað kannski niður í 22-28% í næstu könnun, ekki þar með að það myndi haldast þannig, en ég held að það getur orðið talsvægt mikil hliðrun, kannski nær 5% og það muni skipta mjög miklu máli fyrir Hildi Björnsdóttur hvernig hún bregst við því að þú getur mist svolítið botnin úr baráttunni, búin að vera að mælast með 33%, 32% og svo færðu eðlum á samkvæmt aldrei högg sem þarna kemur fram og þarna held ég að Sjálfstæðisflokkurinn verði að gera sig í brók og fara að koma fram með álitlegan lista af frambjóðandum. Það þýðir ekki að draga það lengur. Ég er ekki sammála þessu matiðinu á hvað hann sækir endilega mikið til Sjálfstæðisflokksins. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé alveg á ágætum stað og það getur vel verið að minnki eitthvað en Ari á eftir að sýna meira af sjálfum sér og hvert þeir ætla að fara. Mörg af þessum málum sem hann var að draga fram hjá þér eru mál sem að Sjálfstæðisflokkurinn búin að vera með. Þannig að það er mjög auðvelt fyrir Hildi að segja, kjósið ekki eftirlíkingar, bara við erum búin að vera að vinna í þessu, við höfum reynsluna, við höfum aflið og þetta eru hugmyndunar okkar. En fyrir Ara sem að hann tikkar kannski í einhver bóks hjá fólki sem hugsa með sér, hann kann rekstur og þetta er engin gosi og við skulum ekki heldur gleyma hennu að Ari hefur eitt við sig sem að getur skipt bara sköpum.
hann einstaklega viðkunnanlegu maður og það næri í gegnum skjáin líka sem að ekkert sjálfgefið en hann það og taka hann eflaust af áhrif. Ég hins vegar ekkert vissum að hann sé sko ekki allt eins að sækja fylgi á fleiri staði, fólk sem að ekki alveg viss hver það á að vera, þú veist, einhverju sem að gæti hugsað sér að kjósa Pétur Martinsson, Ari Lagari kostur í þeirra augum? Ég bara ekkert viss það. Ég held að þetta er sjálf rétt, ég held að fylgið verði sótt víðar og miðflokkurinn mun núna með nýjum oddvita bæta við sig fylgi. Ég held að það sé óhjákvæmilegt. Fyrst þeim tókst að fá almennilegan mann í brúna þarna. Þannig að það er gott. Það er að sjá hvað sjálfstæðarflokkur gerir og hvernig listi kemur fram. Mestu skiptir auðvitað oddvitin síðu lagi. Þú veist, svona kosninga vinnast fyrst og næstu oddvitanum bara eins og Einar Þorsteinsson var sönnun í síðustu kosningum. En sjálfstæðarflokkurinn þarf alltaf að sanna fyrir kjósendum að þetta sé ekki einhver óalandi óferjandi saumaklúbbur þar sem allt er upp í loft sko. Og menn hafa séð ákveðna línur þar, það eru illa falin leyndarmál, hvað hefur gengið illa í samstarfi marga þarna og Hildur verður að ná í gegn bara mikil hreinsun þarna til þess að hún verði trúverður sem leiðtogi. Þannig að hún verði ekki aftur með þetta sliðruorð af sér að hún sé óstjórntæk, ekki vegna sín heldur vegna fólk sem hún hefur ekki stjórn á. Það sem ég heyri sko, innan sjálfstæðarflokki er að kjörnendin skilji þetta, að það þurfi að eiga sér stað einhver breytingarna og jafnvel umfram þessa eðlilegu, venjulegu breytingu sem að verður bara hérna í hverjum kosningum, meðalans út af einhverju svona persónulegum málum, en líka bara hér er einstakt tækifæri og það verði að nota og bara koma þessu almennilega áfram og náttúrulega eins og Guðlaugur Þór talaði þegar hann lýsti yfir, hann ætlaði ekki í þetta. Hann gaf grænt ljós að það greinilega af sinni hálfu, að menn reyfðu sér að hræra svolítið upp. Og hann er aðeins miklu undan. Það sem er áhugavert, að því hún nefnir það að nú séu allir stóru flokkarnir konum með oddvita, er það að við höfum hort upp og það er alltaf að koma betur og betur upp úr krafsinu að pólitíkin sem rekin hefur í borginni hefur haft einn grunnþátt eða grunntón undir forystu Dags B. Eggertssonar. Stóra málið var alltaf, sama hvað það kostaði, að halda sjálfstæðisflokknum frá völdum. Það var grílan sem að menn saminuðust og menn voru til í að færa rosalega herkostnað, að láta borgarbúa og landsmenn færa gríðanlega herkostnað gegn því að sjálfstæðisflokknum er haldið frá völdum. Og það hefur gengið mjög vel. Það er að segja ná því markmiði. Núna eru komnir oddvitar í þessa flokka, Pétur Martinsson, hjá Samfylkingu, Björg Magnúsdóttir hjá Viðreisn, Ari Edwald hjá Miðflokki og Einar Þorsteinsson hjá Framsókn. Þetta er allt fólk sem á bakgrunn sinni í sjálfstæðisflokknum. Það hefur séð hvernig sjálfstæðisflokkurinn virkar og er ekki alið upp í einhverju skefilausu hatri eða einhverju svona demoniseringu á sjálfstæðisflokknum. Fólk veit að sá flokkur getur unnið vel með öðrum flokkum og hefur heilbriða innviði og svona innanstokk. Sumt af þessu fólki sko, hefur verið samherjar beinlínis. Já, beinlínis. Þannig ég held að núna verði staðan svo að það bara galopnist möguleikarnir á því að mynda nýja meirihluta og meðal annars möguleikin á því að það verði myndað meirihluti með samfylkingu, þar sé sjálfstæðisflokkur og samfylking með einhverjum þriðja aðila. Það eina sem kannski dregur þar sé að gera það verkum að samfylkingi sé ólíklegust er farteskið sem að Pétur Martinsson hefur með sér, Heiða Björg Hilmisdóttir og Skúli Helgason. Það er fólk sem að vill alls ekki vinna með sjálfstæðisflokknum, vera alið upp í þessu hatri. Ég er ekki einu sinni sem að Skúli sé aldur þar. Ok, þú ert ekki vissan, ég er bara að segja að það er fólki sem hefur bakkað Dag B. Eggertsson upp í þeirri vegferð hingað til og fengið sína bitlinga og sína viltustu drauma staðfesta í gegnum skipulagsráð og annað í kjölfarðis. En hann er farin. Þannig að það er, ég held að það hafi einhver áhrif, en hinir flokkarnir sem hefur verið einhvern veginn ótrúlega auðvelt að sannfæra að vinna ekki með sjálfstæðisflokknum, það tókst að sannfæra Einar Þorsteinsson það eftir síðustu kosningar og stærstu pólitísku mistök sem hann mun nokkur sinni gera á sínu ferli, en þá líka við Björgu og að sjálfsögum Ari Edwald. Ari talar bara þannig sjálfstæðisflokkin í yfirlýsingu sinni og síðan í viðtölum að hann óskar þeim flokki bara alls besta og vonast þess að maður geti saminast að stöðva geðbilunina á Suðurlandsbraut, að stokka þannig upp í leikskólakerfinu að það fara að virka fyrir foreldra. Allir þessi flokkar náttúrulega Framsókn, Viðreisn og Miðflokkur gætu náttúrulega verið í svona 8 stöðu eftir kosningar. Já, til verða með meirihlutasamstarf. Sko, sunnudagurinn 17. maí verður mjög spennandi. Kannski ekki fyrir okkur sem áhörundu því að það mun nú kannski ekki komið på krafsinu fyrir mánudegi þriðjudegi, en það kemur ekkert óvart og að símtölin fara að dynja á þessum oddvitum þess og kruss. Bara aðfara nótt sunnudagsins. Já, bara þegar að við förum að sjá
segjum kannski tölur 11-12 leitið. Já, ég leið mér að fullir að sko, það samtal hafi hafist fyrir það byrja ári og það sé enn í gangi. En ég vil setja fram sko, aðra kenningu sem að útlöfum ekki það sem þú ert talum. Er hún marxísk? Hún er ekki marxísk, bara alls ekki. En hún er svo að þetta sem að þú nefnir, að þetta fólk þekkist og svo framvegis, það geti haft í för með sér að Hildur Björnsdóttir að vilji hún mynda meirihluta og sé stöðuð þess, að þá muni það ekki endilega bara velta á miðflokki eða einhver svoleiðis. Hún er mögulega eða verður mögulega í einstakri stöðu til þess að mynda sko, stóran vænan meirihluta borgarlegra flokka. Jafnvel sko rýmri meirihluta heldur en hún þyrfti. Svipað eins og Samfylkingin gerði á sínum tíma til þess að útiloka Sjálfstæðisflokk. Hún geti gert það í samskonar tilgangi, þar að segja að útiloka Samfylkingu og bara leggja það fyrir borgarbúa að segja, heyrðu, við erum búin að ganga gegnum ótrúlega þrautir vegna þrákelkni og einkennilega hugmynda sko, Samfylkingarinnar hvernig eigi að þrönga borgarbúin til þess að gera ákveðna hluti, haga sér með ákveðnum hætti, breyta lífið sinu. Við erum ekki þar og við ætlum að taka höndum saman það til þess að halda þessum vitfyringum frá völdum. Svo fyrir alltaf stað alls konar svona mikill samkvæmisleikur í kringum þessu nöfn. Þið voru að tala þessu uppstillingu á lista Sjálfstæðisflokksins. Ég heyri nú nafn Magnúsar Ragnarssonar nefnt í því samhengi. Formanns leikfélags Reykjavíkur? Já, hvort að hann sé líklegur til að setja enda þetta lista? Rödd þjóðmála mun það hafa áhrif á möguleika hans til þess að lesa hér upp skýrslur majónes og aðra óáran. Ég von ekki. Nei, við skulum gefa okkur það að hann setja það í forgang. Erum menn að hugsa hann þá upp á þennan lista ofalega? Ég áttum ekki að láði hvort það sé, ég veit ekki hvort það sé annars þetta en það myndi halda þessu. Ég heyrði ofalega og ég heldur að það væri nú bara þjóðráði ef svo hugmyndnaði fram að ganga. Ég er nú ekki retta við hann, þannig ég veit ekki hvort það hefur haft samband við hann eða hvað, en ég held að hann hafi til að bera reynsluði mitt úr rekstri og hann er listamaður, hann er skapandi maður, hann er frábær málsvari, svo hlustuðu þjóðmála þekkja vel, og hann hefur líka, gleymið því ekki, hann hefur ákveðna svona tengingu við fortíðina, ég meina faðir hans var líka borgarfulltrúi. Ákveðna tengingu við fortíðina? Það höfum við öll, við foreldrar afur og ömmur. Já, en þú veist, foreldrar okkar voru ekki í borgarfulltrúi. Það er betra að hafa tengingu fortíðina en að vera fortíðin. Já, en ég held einmitt að Magnús geti spila stóra rullu í að sópa fylgi eldri kvenna Sjálfstæðisflokknum og reyndar yngri kvenna líka, svo dæmi sanna. Þannig að þú heldur að Ólöf Skaftadóttir muni loksins láta verða að því að kjósa Sjálfstæðisflokk. Núna vantar okkur bara Runólf Ágússon á listan og þá er þetta fullkomnað. Færum okkur yfir á þingið. Sko... Nei, heyrðu, við erum bara á fínu stað. Á hverju ferðu svona hjá þér, Gísli? Ég er að reyna að halda bara þættinu gangað þeirra, sko. Ég sagði það, föstudagurinn 13. og ég veit að ég get mistið út í skurð þetta með ykkur, sko. Er það ekki fyrsta sinn? Nei. Það er þitt vandamál, skilur við. Það er þú sem ert að klúðra þessu. Já, ég veit það, og það er málið. Það verður bara mitt vandamál lokum, sko. Þannig að það er Þetta er minn þáttur að þinn. Í hvað þætti er ég? Andrés, er ég í dagmálum? Ég sem langt að ræða við ykkur, maður sér bara, sko ég ætla ekki að taka langa umræðum verðbókavexti, en það er samt svona, mann langar til að aðeins fara yfir. Það er það sem hlustendur vilja. Við sjáum bara að, þú veist, að ríkisstjórnin hún er rosalega mikill til vörn þess að dana, út af verðbóku og háum vöxtum. Og því að það er fjallið þetta töluvert á ykkar vettvangi, þú á síðum Morgunblaðsins og þú í sjónvarpið Morgunblaðsins í þínu þetta í spörsmálum? Já, ég bendi bara fyrir ykkur sem er að hlusta í dag, föstudag á það að núna klukkan 2 í dag byrtu við viðtal mitt við Þórarin G. Pétursson sem var varaseðlabankastjóri peningamála. Og þú varst að byrta í vikunni klippu af því hvernig orðum hans og Kristrúnar ber ekki saman hagkerfið? Já, og það er þess sem ég auðvitað að kalla hann á vettvang til samtals vegna þess að og ég vitna nú líka bara í viðtal Andrésar við Kristrúnu fyrir vikunni. Þetta er orðið óhugulegt að sjá hvernig hún þruglar og rugglar hagfræðileg málefni. Það er náttúrulega að hún er hagfræðingur, hún er vel mennt og hitt og þetta, en hún er bara með fullyrðingar sem standast enga skoðun, augljósa skoðun, og það er allir hagfræðingar sammála það. Ég leiði mér að fullyrða það, Andrés. Jú, og það reyndar hefur nú hent Daða Má, sem er líka hagfræðingur, fjármálaráðherrann, hefur hent hann bara allnokkru sinnum að
fara með staðlösa stafi bara mál sem er eftir að flettu upp. Þannig að maður velti yfir þessi býtu, er hann að reyna að fara með rangt mál eða bara lasa hann ekki heima? Hvort svarið sem sko, þá er það ekki gott. Mér finnst eins og sko, bara hérna síðustu viku sem við sögum að Daði Már væri klár hagfræðingur nema það kemur á tölum. Já, ég heyrði ykkur segja það. Já, ég tek ekki undir það. Nei, en það er auðvitað sko, ákveðið vandamál sem að maður svona, sér svolítið hjá ríkisstjórninni að hún er einhvern veginn postmodernisk í eðlisínu. Henni finnst bara ef við erum búin að segja eitthvað nóg oft þá er það raunveruleikin. En svo er nú bara ekkit endilega og það er einmitt eins og þegar að Samtök atvinnulífsins þau senda í sko miðjan janúar og höfðu nú verið að kokka þau upp meðal annars svona rætta við verkalýðshreyfinguna og eitthvað en á endanum gerðu þetta einir sendu inn spurningu til forsætisráðherra það hvað mætti til bragðs taka hvort að ríkisstjórnin væri með eitthvað fleira í farteskinu það en jafnframt stungur upp á því að það væri efnt til sérstaks formlegs samráðsvettvangs, atvinnulífs, verkalýðshreyfingar og stjórnvalda hvað var þetta að gera til þess að bæta stöðuna, lína þjáningarnar. En þessu bréfi var nú bara ekki svarað og forsætisráðherra hún segir bara við þurfum ekki slíkan samráðsvettvang, við erum með þjóðhagsráð. Já, og sjáum stráka, ef við stekkum að sérbóksið sem í þessari frétt sem við erum með á skjánum. Sjáum hverju sitja alveg í þjóðhagsráði. Ég er ekki viss með fólk áttur saman með á þessu. Að þarna sitja formið ríkisstjórnarflokkana, það er enginn á stjórnarandstöðu. Og það sitja fyrir hönd verkalýðshreyfingarinnar, forystumenn ASÍ, BHM, BSRB og Kennarasambandsins. Svo fyrir hönd SA, Samtök atvinnulífsins einn fulltrúi. Já, en sko ráðið var búið til á sínum tíma til þess einhvern veginn að vera með rúnstekjafundi reglulega 5 sinnum á ári hið minnsta 4, ég man ekki hvort var og til þess að fjallaðan það erum við á einhverjum þeim stað í hagsveiflunni að við þurfum að hafa áhyggjur að samningar haldi ekki og hvað getur þá gert í því ef þið skoðið fundagerðir ráðsins að það sést að þetta eru kjaftafundir aðalmálið á síðasta fundi var það að Kristrún kom og ræddum það hvort það ættu kannski að gera fyrsta DS að frídegi, almennu frídegi. Það var stóra máli, sko. Þetta eru hef-fundir. Eins og það væri ekkert bara að skeið í hagkerfinu. Þannig að þó að nafnið þjóðhagsráð sé stórt, það er stórt nafn Hábær og það á svolítið við þarna. Þess vegna held ég að það hefur verið eðlilegt hjá Samtökum atvinnulífsins að kalla eftir því að það væri búin til sérstakur vettvangur sem geti ráðist á þetta eina tiltekna verkefni og gert eitthvað í því. En Kristrún vísaði frá sér, segir bara að þjóðhagsráður að sjáum það, hún sagði við mig að það kemur vel til greina að taka þetta upp þar og sagði að bara það væri verið að funda, það var undirbúningsfundur það hvað yrði þar á dagskrá næst. En mér veitanlega ekki en það búið að búa allir fundar og bara eins og allt sé hinn að lagi, sko. En það er eitthvað eins og ég segi, þau eru í vörn yfir þessu, menn að verðbólgan er ekki að þróast með þeim hætti sem þau lofuðu allt sem stefnir það ríkisfjármálin mun ekki gera það heldur. Já, en það er bara eins og sko Kristrún og fleiri ráðherrar hafa verið að segja, sko það er ekki að marka þessa síðustu verðbólgumælingu af því að það var nú bara út af svona einhverjum einskiptis aðgerðum, gjaldskráarhækkanir eiga sér stað áramót öll ár og þetta er ekkert flókið. Þetta er bara ekki rétt. Fyrir að fyrsta að þá þráttur að gjaldskráarhækkanir eiga sér stað yfirleitt áramót, dagsatt, þá samt sem áður vegna útsalna og allskins þess áttar, að þá er það nú vanlega þannig að í janúar að þá er engin verðbólga þvert á móti, það er mínus, það er verðhjöðnun sem á sér stað þá, en þarna hækkaði hann og það er bara all nokkuð hressilega. Febrúar er sá mánuður þar sem að hún er yfirleitt mest árinu. Hún var enda mikil í fyrra, þannig að sko áhrifin geta verið þau að mjög stór mæling 2025 falli út og einhverju hagfelldari mæling detti inn núna. Og það heyrist manni ársverðbólgan aukist ekki endilega. Já, en eins og Þórarin Málkunningi þinn hafði nú orða á fundi Seðlabankans að þá er þetta sko ekki engin einskiptis aðgerði eitthvað sem er í gangi, þvert á móti að þetta er vel til þess fallið að sko skapa meiri verðbólgu. Þetta er kallað, þessi Seðlabanki kallar annarar umferðar áhrif, þannig að þegar að ríkið gefur upp boltan og fer að hækka og leiðir að sér verðbólgu þá hugsa aðrir í hagkerfinu, við megum ekki missa vagninum, hér höfum við tækifæri til að hækka verð, við erum að segja fólki, við erum að reyna að draga kostnaði og hér er bara enn leiðin til þess að ná jafnvægi okkar rekstri. Íslandspóstur eru að hækka, Veitur eru að hækka, það er allir að hækka. Þannig að þessi annar umferðar þau geta orðið mikil og þetta er ekki einangruð aðgerð. Þórarin segir á kynningafundi peningastefnunefndar í liðinni viku
að tímasetning þessara gjaldskrárhækkana ríkisins í bifreiðamálum varðandi vörugjöldin og síðan kílómetragjaldið hafi verið afar óheppileg í miðju stríði Seðlabankans, eins og ég held að hann hafa orðað það, við verðbólguna. Og nú er hún að mæla, hafði verið var. Hún fer úr 4,7% í 5,2%. Já, þau höfðu blásið á þá að Daði sagði nei, líkan fjármálaráðsins sýnir að þessi áhrif eru miklu minni og verðbólgan mun ekki stíga á svona hátt. Svo kemur Hagstofan, sýnir að verðbólgan tók þetta stökk einmitt út af aðgerðum ríkisstjórnarinnar og þá segir Daði, nei, þetta er olíufélögunum að kenna, nei, þetta er bifreiðumbúðunum að kenna sem voru bara að hækka verðin á bílunum, sko. Ég er búin að tala við menn í bifreiðumbúðunum, menn héldu aftur af sér eins og því gátu, sérstaklega í ódýrari sparneytnum umhverfisvænum bílum, þar sem að verðin eru bara orðin verulega há og það er orðin mikil hvati hjá fólki að kaupa sér bara bensínbíla frekar heldur en rafmagnið. Þannig að þau einhvern veginn hrekjast úr einu hornin í annað og mér finnst Kristrún sýna það aftur og aftur að hún er farin að bulla þessi hagfræðilegu málefni. Eitt er hérna í þessu viðtali sem að þú birtir Andrés 10. febrúar þriðjudaginn og þar segir hún, ég hef orðið vör við umræðum að ráðstafanir til að draga úr verðtryggingu séu of mikið inngrip. Það er á misskilningi byggt. Eru Sigríður Benediktsdóttir, doktor í hagfræði og fyrir yfirmaður hjá Seðlabankanum og prófessor við Columbia háskóla í hagfræði. Og ekki sérstakur stjórnarandstæður. Nei, segir bara, það er glabræði að ætla að afnema verðtrygginguna. Og svo segir sér svo að þetta veri kannski ágreiningsmál milli hagfræðingur, eru Kristrún öflugur hagfræðingur, Sigríður Benediktsdóttir öflugur hagfræðingur, þannig að kannski er þetta bara eðlugur ágreiningur milli einhverja manna sem að horfa á þetta út frá ólíkum fræðilegum forsendum. Sjáu þið svo bara frumvarpið almannatryggingarnar. Það er bara Axel Hall og það var eiginlega næsta sem ég ætla að ræða Gylfi Sóvik að koma, þetta er bara annað dæmi og það sem að menn koma sér bara, heyrðu, þetta eru gríðarlegar breytingar, við erum jafnvel að fara bara hérna inn í kerfisbreytingar sem verða jafn kostnaðarsama fyrir Íslenska ríkið og ÍL-sjóður sem kostaði Íslenska ríkið, hvað var það, 550.000 milljónir, það er bara 3 háskólasjúkrahús og þeir vara við þessu, allir vara við þessu, aðlar vinnumarkaðins vara við þessu, allir. Og þá segir bara Kristrún Frostadóttir, við erum bara í pólitík, við ætlum bara að keyra þetta í gegn. Og af hverju er verið að keyra þetta í gegn? Það er núna verið að koma hlutum þannig fyrir að fólk á vinnumarkaði, fólk sem að vinnur í sveita síns andlits, mæti til vinnu á hverjum degi til þess að fá greidd laun, til þess að geta haft ísu á, eru bara orðnir annars flokks þegnar í landinu. Núna verða bótaþegarnir settir í þá stöðu að þeir geta aldrei mist spón úr aski sínum, sama hvað gerist í hagkerfinu, sama hvernig það þróast, að meðan að launþegarnir verða að taka það áhættu sem felst í því að ef verðlag hækkar umfram launahækkanir að þá verður fólk fyrir kjaraskerðingu. Hvað er félast nú í því? Ja, bótaþegarnir verða með belti og axlabönd og eins og góður maður sagði og með fallíf á bakinu, jafnvel þó þið búi í kjallaranum. Þeir munu ekki þurfa að hafa áhyggjur af einu en einu. Og í hvað ástandi gerist þetta? Þetta gerist í því ástandi þar sem í fyrsta sinni sögunni að öryrkjar, þar að segja bótaþegarnir, eru farnir að raða sér í kringum ríkisstjórnarborðið. Öryrkjarnir sem gátu ekki unni í áratugi eru sestir við ríkisstjórnarborðið og farnir að taka ákvarðanir það hvernig launum vinnandi fólks er ráðstafað til þeirra. Ég segi, þetta almannatrygginga frumvarp, Ingu Sæland, er bara hennar stóra eftirlaunafrumvarp. Hún er bara að tryggja sig í sessi þegar hún dettur út að þingi eftir næstu kosninga. En mér finnst þetta allt saman mjög umhugsunarvert líka einmitt bara þegar við hugsaum þetta í heild. Þess að ég var að nefna á það með þessa postmódernísku nálgun ráðherrana, bara þið segi eitthvað nóg ofta þá sé það hinn nýji veruleiki, bara minn sannleikur. Að við sjáum þetta í hverju málinu áfætur og öðrum þar sem að það er verið að breyta einhverjum hlutum, taka stórar ákvarðanir með pennastrikum og alls konar. Og það er vara við því. Varandi þess að vísitölutengingu bótana, það er búið að vera að vara við því núna í meirinn ár. Gunnar Baldursson skrifaði þetta hjá Almenna lífeyrissjóðnum sem að veit nú bara meira en flestir lífeyrismál. Það var vara við þessu innan húsi atvinnulífsins á flestum hæðum. Fjármálaráðherra sjálfur, Daði Már, hann varaði við þessu. Þetta verður bara ekki nógu góð hugmynd. Samt sem áður, þá bara er það allt ómark og hann er núna farin að mótmæla sjálfur sér í þinginu, bara algjörlega frábært. Sjáum bara hvernig Kristrún talar þetta, það var frétta á RÚV núna í vikunni, þar sem að Þetta er nú Morgunblaðinu? Þarna sjáum út úr Morgunblaðinu, þar sem var fellum þetta, hún segir þetta sé fullt fjármagnað og skatta verði ekki hækkað fyrir þetta, en Kristrún segir í samtali við RÚV að þetta sé bara okkar forgangsröðun.
Þannig að þetta er auðvitað á þeirra ábyrgð og þó að þessi frumvarpingu Sæland þá eru Kristrún og Þorgerður og Daði og þau eru að keyra þetta áfram með henni. Jú, og þá leggur hún það hennar pólitíska hvað að segja hún að leggja það að veði. Þetta er bara herrkostnaður á því að hafa flokk fólksins sem hækju inn í þessu ríkisstjórnarsamstarfi. Það er bara svolítið dýrkostnaður, sko. Já, en ég held að menn þurfu líka að fara eins og Axel Hall og Gylfi Soga bentu ánallega grein í vísbendingu, það er lesingi vísbendingu en það búið að fjalla þessa grein samt. Jú, en sko, ég meina, þeir til dæmis eru engir stjórnarandstæðingar, þannig að maður hefði nú haldið að það eru tekið mark á því. Ég meina, Seðlabanki var að þessu og ég sé að Konráð Guðjónsson hefur að skrifa þetta og það bara öll rökin eru á eina lund og bara, þú veist, það eru jafnvel hinnar ágættu samfélgjumir sem er að taka undir það, að svona sé þetta en samt sem áður þverskallastu við af því að þeim finnst einhvern veginn að lífið hefur verið öðruvísi og við erum að sko horfa á þessar tuggur sem hefur verið að nota eins og allt sé að fullu fjármagnað. Ég meina þetta var notað samgöngu áætlunina núna fyrir nokkrum mánuðum sem var bara allt annað en fjármagnuð, það var bara alls ekki þannig. Ég held að við fram að þetta vera fullu fjármagnað þegar hefur verið tekið ákvörðum að sýta þetta inn í innviðafjárlög og innviðafjárlög er meðtur sem fjármagnað. Já, eða eins og þarna þá af því að þau ætli að gera ráð fyrir því fjármálaáætlun sko að einhver liti þessari og síðan næstu að þar á leiðandi sé það fjármagnað. Þetta verður ekki að fullu fjármagnað fyrir en þessi peningar verða teknir úr vösum almennings, úr vösum þeirra sem búa til verðmætin í landinu. Og með þessu kerfi erum við sífellt að færa okkur nær því að bætur og sem er farið að gerast nú þegar í ákveðin tilvikum að bara svo einstæðar mæður við tilteknar aðstæður hafa bara miklu betra upp úr því að vera á bótum heldur að mæta til vinnu. Og þegar þú ferð að búa til kerfi sem verðlaunar fólk fyrir það að mistakast, að verðlaunar fólk fyrir að gera ekki hluti, leggja ekki á sig hluti, þá endur við í algjöru öngstræti. Það er því miður þannig og það er óháð umræðun það hver lægstu laun eiga að vera að við getum ekki byggt upp kerfi, heilbrigt kerfi með heilbriða hvata þar sem bætur eru jafnháar eða jafnvel hærri en lægstu laun. Þetta er slíkur gambítur á hagkerfið að það er ekki hægt að sko vara nægilega sterklega við. Og það er skrítið í raun og veru að það þurfa að vera að taka umræðu eitthvað það sérstaklega vegna þess að menn hafa bara gengið út frá þessum vísu að þetta hefur verið bara, þú veist, verið grundvöllur þessa félagslega tryggingakerfis okkar að það verði engin sko bættari af því að segjum lendi slysi. Það verður að umbylta því kerfi eins og Konráð Guðjónsson var að benda á í sinni grein á Semstak. Að sko óháð öllu öðru að þá, þú veist, megi sá hvati ekki verða til. Við erum að horfa upp á það út í Evrópu að því ég veit að ríkisstjórnarflokkunum er mjög umhugað hvað er að gerast í Evrópu. Við sjáum að Frakkland er að komast á bara einhverja ótrúlega vonarvöl. Ríkisfjármálin þar í klessu, vægasagt. Og stór hluti af því er það að þeir komast ekki fram hjá stórum hlutum kjósenda sem er búið að veita ákveðin réttindi. Þeir eru bara með ófjármagnaðar lífeyrisskuldbindingar. Já, það felst í því að skattborgarar sem verða færri og færri, að þeir þurfa að borga meira og meira, sérstaklega eru nú að vera að horfa til ellilífeyrisins og frakkarnir taka hann ákala snemma og ekki við það komandi að hækka þann aldur eitthvað. En það er svo komið sem þetta, ef þú ákveður 63 ára gamall frakki að hætta bara að vinna og fara bara á þinn lífeyri, þá er þetta að fá sko meira borgað heldur en þú bara værir á vinnumarkaði. Og þó er það gegnumstreymiskerfi. Þannig að fólki sem er enn á vinnumarkaðnum er að borga með beinum hætti inn til þess og meðan aldurspíramítin er að breytast og verða óhagfelldari og óhagfelldari, þá verður þessi staðveri. Við erum sem betur fyrr með lífeyriskerfið okkar íslenska sem hefur verið byggt upp hér á síðustu áratugum, sem að núverandi húsnæðis og félagsmálaráðherra sér alla agnú á, hatast við og hefur byggt alla sína pólitík á hatri ykkar lífeyriskerfisins. Við mögum þakka fyrir það. En það kerfi og fólkið sem byggir það upp eru auðvitað fólkið sem er á launum fyrir verðmætasköpun og það er að verða þyngra og þyngra fyrir það fólk að standa undir þyngri og þyngri velferðarbökkum. Radcliffe, Íslandsvinur mikli sem áorði lagsveið árnar alla fyrir austan. Hann var nú í viðtali var það ekki á Sky núna í gær og Sir Keir Starmer, sérstakur vinur Andrésar Magnússonar og skólafélagi og Oxford, hann er búin að krefja manninum afsökunarbeiðni. Af hverju það? Að því að Radcliffe segir einfaldlega, við erum með 9 milljónir manna hér á bótum, hér streymað innflytjendur sem eru komnir til þess að leggjast á velferðarkerfið, ekki til þess að skapa verðmæti og við kiknum undan því. Það getur ekkit samfélag
staðið undir slíkum drápsklyfjum og þegar við erum að sjá þegar nýgengi örorku hér á landi, hvernig virk starfsendurhæfingarsjóður fyllist sífellt og þar að fólk að koma í annað og þriðja sinn og allir ríkisstarfsmennir í kulnun og þó þeir vinni nú bara orðið hálfa vinnuvikuna og ég veit ekki hvað og hvað. Hvernig halda menn að þetta endi? Þetta endar auðvitað bara með ósköpum. Já, endar meðal annars með því að þetta lífeyrissjóðskerfi sem að þú vorst að segja sér svo gott, það auðvitað veikist líka, sko. Það gleymist alltaf í þessu umræðu. Það veikist, talan ekki þegar lífeyrisgreiðslur munu lækka í framtíðinni ef þetta frumvarp gengur eftir. Já, talan ekki þegar ríkisstjórnin hefur bara beinlínis í hyggju að fara ángað í árlegan ránslegaðangur að hjálpa að létta undir byrðunum sem að lífeyrissjóðnin bera fjármunum þeirra sem hafa það réttindi. En auðvitað það þannig með allar þessar áallanir að sko, þær leggjast á hverja. Sko. Jim Ratcliffe, ef hún þykir ástandið orðið eitthvað og erfitt heima fyrir, þá fyrir hann bara austur við Vopnafjörð og rennur fyrir lax. En það hinnar vinnandi stéttir. Það það fólk sem að sko... Situr eftir. Vaknar upp við vekjaraklukkan á hverju mótni til þess að fara að vinna og Getur ekki fært sér sent. Það situr upp með þetta. En þetta eru auðkýfingarnir að flytja hver á fætur öðrum frá Bretlandi. Það er stórflótið það er stórflótið auðkýfingar frá Noregi af því að það er vinstri stjórn sem að skattir upp á. Hafið þið kynnt ykkur þessar nýju skattatilur Newsom í Kaliforníu? Ég les ekki annað. Nei, ég meina, hann er svona, það er kallað sko framfara sinnaður sósíalisti, progressive sósíalisti. Rugglut allir í fremsturöð. Já, í fremsturöð. Heyrðu, hvað er hann að leggja til? Hann er að leggja til núna að það verði settur einskipti skattur upp á 5% á allar eignir auðugustu manna Kaliforníu. Og þá erum við að tala bara Mark Zuckerberg og allar þess að kalla. Bara 5% af eignum þeirra verður bara teknar af þeim í einskiptisaðgerð. Hvað leiðir þetta af sér? Þetta leiðir af sér að auka enn við þróun sem hefur verið að eiga sér stað í Kaliforníu á síðustu 5, 6, 7 árum að allt öflugasta fólk fylkisins farið annarkvort til Texas eða til Flórída. Þetta sástu hverju tóku hraustlega stundir þessa tillögu. Það voru Texanhandir. Já. Þeir klöpaði hann upp. Fá að fólki til sín. Þetta er rosalegt og allt þetta gert á grundvelli svona einhverju meintir af góðmennsku og það verið að höfða til lægstu kenda fólks að styðja mig, ég ætla að taka á þessum ríku fjöndum. Þér tekst ekki að taka á þessum ríku fjöndum. Þeir eru farnir. Já, þeir geta flutt sér í burtu. Þeir eru bara eins og Árni Hauksson og Hallbjörn Karlsson þegar vinstri stjórnin tók við 2009 þá fóru þeir bara voru á sólarströnd í 4 ár komið síðan heim, algjörlega ósnertir af þessu erfiða ástandi sem að við þurftum að þrauka við hér heima. Komuðu heim til að skóla okkur heim til. Já, með því að dæma peningum í kjarnan og heimilduna. Ég var efnaðsflóttamaður á Englandi. Fjármögnuðu þeir ekki líka hvað í blaði sem að Gunnarsmári var ekki fréttatíminn? Já, þeir hafa víða komið við. Þannig að þeir kannski lögðu grunn að stofna sósíalistaflokksins á sínum tíma. Komið þeir að krónikun á sínum tíma? Eintókunar 2 sem að forma blaðmennar skátt. Það fyrir nú ekki eða meiri tíma að ræða þá tvo. En við setjum endurskoðun á þetta, við bara fyrir við frumherja á endurskoðun með það bara á marga miða á allt þetta lífeyrissjóða þetta lífeyrisfrumvarp. Við hengjum ekki þessa miða bara á bílnúmerin, við hengjum þetta á rúðurnar. Eða almannatryggingafrumvarp, þetta ég að segja frekar. Heldur betur. Já. Herðu, það er hins vegar já, það er kannski ekki allt í steik í framstofnum, en það er samt að taka nýr formaður. Það er lambasteik, íslensk lambasteik. Já, íslensk lambasteik. Ég sá að það kom stuðull, við erum að taka upp hérna hádegi á 50 degi og þá komið stuðull og Epic Bet á þessar 2 framböðundur sem þar í framböði. Líflega Alfredsdóttir, stuðull hann 1,2 og Ingibjörg Ólöf Ísaksen, stuðull hann 5. Þegar stuðullin opnaði í morgun, þá var hann 1,25 á Lilju, þannig að það er greinlega lækka stuðullin. Já, ég meina, nú veit ekki hvað er mikið þar að baki, sko. Já, með það sem ég heyri innan framstofnflokksins að það sé bara tölvöld að baki. Það er bara léleg mæting á landsbyggðinni. Mér skilst að Ingibjörg sé ekki að ná að sópa upp kjörbröðum eins og hún ætlaði sér að gera. Ekki einu sinni eigin kjördæmi. Ekki einu sinni eigin kjördæmi. Þannig að svo bara eru hlutir sem hafa áhrif. Það kostar 15 skall að þingið, það kostar 16 skall að borða á þinginu. Kílómetragjaldið og ferðarkostnaður og hótel og uppið allt þetta skilur. Þetta er jafndýrt og að fara bara á baggalút og ég verð að segja að ég myndi skemmta mig miklu betur við að horfa fram svona með klóra augun og hver öðrum heldur en að horfa á baggalút og syngja jólalög með klámfengnu ég er ekki sammálaður þar ok, séð síðan hverjum en já, þú veist þetta er þannig að punkturinn sá að ég held að verði ekki endilega góð mæting á þetta þing en ég held að skiptir endur ekki alltaf mála þegar ég veit ekki hvernig landið liggur
leikur á landsbyðinni í þessu öllu saman. Nei, ég sá nú að það voru 2 oddvitar héraði og hérna hvað var það í aðaldalið ekki sem voru að lýsa yfir bara manningir efnið þeirra ég sá bara 2 oddvitar og Austurkjördæmi að lýsa yfir stuðningi við Lilju þetta er náttúrulega kjördæmi Ingibergar þannig að það alls konar hlutir að gerast í þessu Jú, ég held að sko Lilja sé mun sigurstranglegri hún náttúrulega varaformaður hún búin að vera að horfa á þennan stól miklu lengur heldur en Ingiberg það var í Múluþingi og Norðurþingi fyrir ekki Hvernig gastu glemt í? Já, ég bara skammast þín svo margt að hugsa hérna Já, en Ingiberg, hún ákvaða að láta slag standa miklu síðar og það var í raun og veru ekki fyrir henni eftir að það var ljóst að Willum var ekki að fara fram hún hefur stuðning núverandi formast og hann haldi svona mjög til hlésa í þessu þannig að ég held að þetta verði svona, það er mjög brattan að sækja fyrir hana Býtu nú við, miðað við þetta þá Lilja Dögg Alfreðsdóttir að verða næsti formaður Framsóknarflokksins hér miðjan mánuði. Það er núna helgina. Hún verður svo að formaður Framsóknarflokksins utan þings, ég ekki sem að það hefði gerst 8 áður, kannski einhvern tímann Nei, en það kannski sambarlegt að formaðurinn hefur ekki alltaf verið ráðherra, en þú ert að lita svolítið langt aftur. Ok, og hún verður svo að formaður Framsóknarflokksins utan þings og inn í 5 manna þingflokki verður Ingibjörg Ísaksen sem tapaði fyrir henni og Sigurður Ingi Jóhannsson fráfarandi formaður sem að stutta hann ekki. Þetta verður rosalega trikki viðfangsefni. Ég ósammála því. Já, þú ert það nú yfirleitt. Já, ég held að En munur á mér og þér sá, Andrés, að ég hef rétt fyrir mér. Já, ok. En svona að því frátöldu að þá sko Framsóknarflokkurinn hann auðvitað þessi sko elsti stjórnmálaflokkur á Íslandi og hann stofnun þetta alvöru flokkur og eru með sín lög og skipulagsreglur og allt þetta 110 ára í ár Já, þeir eru með fjöldan allar sveitarstofnunarmönnum og þetta batteri og þetta alvöru flokkur, þetta ekki bara eitthvað lið sem að panikar að næturlagi Þau eru líka vönði að standa saman þegar á reynir. Þannig að þráttur að Sigurður Ingi kannski hafi vilja hugsa sér annan formann heldur en Lilju. Ég ekki nokkrum vafið það að hann mun styðja hana í hennar störfum þegar það kemur. Heldur að hann sitji áfram að þinginu? Já. Hann mun að gera það. Já. En sko þetta verður trikkið og það verður spennandi að sjá þetta. Ég hef ekki alveg verið samfærum það að formenn flokka þurfi endilega vera á þingi. Þetta var umræða sem á sér stað í tengslu við formannskjöri í Sjálfstæðisflokknum líka og það verður frótt að sjá hvort að það reynist rétt sem að Lilja hefur haldið fram og fleiri að það séu aðrir pallar eða aðrar leiðir til þess að kæra sig inn í eða til að leiða umræðuna nú veit ég ekki, Framsóknarflokkurinn er kannski ekki með mjög öflugt hlaðvarp þegar hún verður með sandkassan þarna öflugir Framsóknarmenn sem við þekkjum en ég hlakka mikið til að sjá hvernig hún fótar sig þá í þessu. Já, ég held að það sé einmitt mikið undir henni komið bara hvernig hún nálgast að verkefni en eins og staðan hjá flokknum, hann bara rétt lafðin á þingi, mjög fámennu þingflokkur. Ég held að það að formaðurinn sé utan þingsins, það styrkja hann fyrir eitthvað hitt. Það er að segja að hún hafi alveg sömu möguleika að tjá sig eins og var hún inn á þingi, nema náttúrulega í ræðastól Alþingis og þannig að En hún að leggja þingflokksformanni línurnar og Já, að þá bara hún sé að koma í raunverulega sem liðsauki að í staðan fyrir að vera 5, þá séu 6 En hún getur ekki verið í óundirbúnum fyrirspurnum og svona, þannig að hún verður að spila annan pólitíska leik heldur að menn hafa leikt sér En sko hún Nú reynir bara á pólitíska hæfni hennar Já, en hún með Sigurður Inga þarna inn á þinginu og hann frábær í fyrirspurnum og slíku Já, en hann þarf þá að spila með henni Þú veist, þetta má þá ekki vera eins og við séð í borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins þar sem að fólk einhvern veginn að leggja stein í götu oddvitans með óvæntum útspilum, stelandi athyglinni eða öðru í þeim túr. Já, en það bara hluti, skiljur, af þessu brandi Framsóknarflokksins. Þeir standa saman þeirra á raunir. Já. Þeir kunna að reka féð í réttinnar. Og það. Og þar með líka þessar umræðum Framsóknarflokkin. Er það? Með ekki? Ok. Er eitthvað meira þetta að segja? Nei, og þú fyrir hefði verið sleið. Það var bara
Ég gef mér bara að þetta niðurstaða kosningar að verða eitthvað á þessa leið. Ég sé að reynda líka stöðull á það hvort að önnur þeirra hljóti sko 2/3 hluta atkvæða en þannig að stuðlar á það. Þetta er epic bet, en herðu, en svo hefur verið að fara að velja nýjan formann Vinstri grænna. Hver verður það? Mun einhver bjóða sig fram? Stefán Pálsson, hann vildi nú lítið ekki upp hérna þegar hann satt með mér Andresi hérna daginn. Já, hann vildi nú meina að það var nú kannski ekki síst að þegar hann var í statur í hægri manna táfílu hlaðvarpi. Nei, ég ætla að aðalega með það að gera Össur Skarphéðinsson var að segja nýrið næsta formaður. Við bárum í hann áfengi hérna en hann lét sig ekki. Nei, ég veit ekki. Nei, sko ég svona, hef öðru hverju verið að spyrja stundina hver sé hérna líklegur og ég meina það ennþá starfarni í gangi fyrir starfsmannslausir og hérna, en þeir eru aðeins svona, það lífsmark með þeim en þeir þurfa að sko finna einhvern almennilega málsvara og það strax. Það hefur verið talað Orra Pál Jóhannsson, það hefur líka verið talað Rósu Björk Brynjólfsdóttur einhver önnunöfn sem að það alltaf bæjarstjórinn á Ísafirði Guðmundur Ingi Kristinsson, Guðmundur Ingi Guðbrandsson já, einmitt já, eða hinn Já, hann álausu. Já, með það var ég get ekki ímynda mér hvert eitthvað við þessu þrótabúið, sko. Þetta er svakarætt verkefni maður. En við getum svo rætt líka lengi það, við höfum rætt að hérna áður líka, sko, að hérna hvort að, sko, það er einu umræði, ég ætla ekki að fara út í það núna, en þú veist, hvort við söttum vafki á þingi að því til að Samfylkingin hefur í dag ekkert aðhald frá vinstri í þinginu. Það er auðvitað, hefur líka áhrif á hvernig umræðan þróast. Mér sýnst þeir nú ekki þurfa neitt aðhald frá vinstri. Nei, sko, ég hef hugsað svolítið þetta og það hefur aðeins breytt tónunum í þinginu og fyrir viki líka og ég meina, ég hugsa að það eftir að skipta málið í borgarstjórnarkosningunum að það er fólk í þjóðfélaginu, sérstaklega í borginni, sem finnst það einhvern veginn ekki bara vera munalaust, heldur hérna sko að það hafi ekkert að leita. Það er engin málsvari fyrir þeirra ömurlegu sjónarmið og þannig að það kann að vanta þarna. Hins vegar ekkert vissum að, ég meina, vinstri græni eða sólstjórnarflokkurinn eða voru til vinstri eða neitt að þessi sé í einhverjum færum til þess að tala fyrir því. En það er líka spurning, er Samfylkingin virkilega ekki að fá neitt aðhald frá vinstri? Ég fæ ekki betur séð en að Davíð B. Eggertsson sé komin í gang með að svona fara í síðuna á Kristrúnu. Við sjáum þetta útspilans í orkumálunum. Já, bara núna í vikunni. Urriðafoss, ég meina, hann er það bara að fara gegn eigin ráðherra og stöðva útskýrðu fyrir hlustum í stöttumálinu hvað það snýst? Nei, það snýst nú bara það hvort að Urriðafossvirkjun eigi að fara í nýtingaflokka eða ekki og hérna og Jóhann Páll Jóhannsson orkumálráðherra hefur nú bara talað svona mjög dýrabarkalega það sé bara búið að íta á reset-takkan og nú sé bara hérna, orkunýting 2.0 farin í gang og allt að ske og ymmið það sem að atvinnulífið þurfi. Sammála öllu þessu. En Dagur er greinilega komið með einhverja aðrar hugmyndir og hann er að fá til þess stuðning víðar á stjórnarliðinu þannig að þessar fyrirætlanir eru einfallega rennandi sandinn. Svo spyr maður sig, sko, býtu Dagur B. Er hann einhver sérstakur hérna landverndarmaður? Man nú ekki eftir því þannig sé, sko. Er hann búinn að vera með einhverja stórar skoðanir í orkunýtingamálum? Nei, eiginlega ekki nýja. Bara hans hugmyndir orkunýtingu snúast það að slíta pening út á orkuveitunni. Nei, þannig að sko einstreymisloki. Já, þannig að maður velti því fyrir sér er þetta ekki bara hreint pólitískt plottjálm að nota þetta dæmi það sem að veita það er fólk sem að mun taka undir þetta að það eigi nú ekki að virkja Kveldfoss í landinu og allra sitt annan. Er ekki að hefna sín út af stuðningi Jóhanns Páls við hérna hvað heitir hann hérna? Pétur H. Martinsson. Já. Það er mögulegt, ég meina Jóhann Páll var svona innstið koppur í því búri hérna, segi ekki, hann hafi beinlega stýrt kosningabarátuna, hann hafði þessi mjög frammi vegna þess að það var liður í þessu að hinn nýja samfylking Kristrúnar að hún væri örugglega komið til valda. Þannig að það kann að ráða einhverju, já. Það er áfram, höldum áfram. Hver á að fá eitthvað sko í vikunni? Þú lennir eitt að staldra við okkur finnst svo gott að hvíla í svona málum og bara þessi velt okkur upp úr þessu bara eins og kótilettum úr raspi og þá er maður bara neittur hérna í hvern auglýsingatíman á fætur öðrum. Það eru margir dagskrárliðir í þessu þetta. Já, það er rétt. Þú ert að tala um Ekko sko. Já.
Nú erum við að hósa gólskó fyrir sumarið til dæmis. Eitt uppáhaldsatriði mitt í þjóðmálum síðustu ára var þegar þú, bara síðustu missera þegar þú sagði við Björn Bjarnason, nú ert þú mikill skómaður og það er bara svo augljóst að Björn náði bara ekki að prósessa þessa fullyrðingu. Bara, hvað er maður að fara? Ha? Hrósvikunar. Þess að allir aðri varum berfættir. Hvað varst að tala? Erum við komin úr skónum í hrósið? Við náðum ekki einu svona að ræða skóna. Ekko er að bjóða upp á hrósvikunar. Já, þeir eru með það, já. Hrósvikunar. Hvað segir? Ég fól ykkur þessa heimavinnu, strákar. Já, ég ætla að fá að hrósa fólkinu sem að stendur núna stífar vaktir í bæði á skipum og í landvinnslu sjávarútvegsfyrirtækjanna og eru að vinna úr loðnunni sem verður að bera land. Ég veit að það er gríðarlegt álag á þessu fólki. Ég ætla alltaf áhyggjur af því að þetta setji uppnám veislustjórn mína hjá IBVF. Þeir eru að fara að halda gríðast og þorrablót núna 28. febrúar held ég. Og mér er bara sagt að ef að vertíðin verður í svona blúsandi gangi þá verði ég bara einn á þessu blót. Já, það er löndun, þá bara... Já. Nema þú eru bara dregin löndun líka. Ég verð bara settur í uppskipun og hitt og þetta, eða hvað það hittir þarna. Já. Kannski til lítið skaks. Já, ég hugsa það. Ég held vona að það fór sér á góðum skóm og hérna, en það er líka eitt sko að þegar að svona vertíð kemst í gang þá vænkast hagur þessara byggða og ég er ekki viss að Seðlabankinn sem ég er hrifinn af því, þeir vilja draga úr einkaneyslu en ég þekki menn á uppsjávarskipunum sem að vera alveg til að fara að kaupa sér eina bublu eða jafnvel sánu hjá Jacks handverk eftir góðan túr sko. Já, ég ætla að veita hrósvikunar tveimumönnum ef ég má. Markus Sigurbjörnssyni og Þorgeiri Örlygssyni fyrirhandi hæstaréttardómurum og fyrirhandi forsetum hæstaréttar. Það er ekki oft sem Markus var hrósið þessu þetta en það er bara að gera nýta þegar það kemur. Og náttúrulega lagaprófessor og alls konar. Ég held að sé óætt að kalla þá lögspekinga. Mjólk er góð fyrir gamla kalla. Var það ekki sláðið? Já, konur og kalla, já. En nei, þeir skrifuðu sem sagt að beiðni Mjólkursamsöldunar að þá skrifuðu þeir álitsgerð búvörufrumvarp Hönnu Katrínar Friðriksson, atvinnuvegaráðherra. Þetta er 60 blaðsíðna álitsgerð frá þeim og vissulega svolítið lagaskotinn. En það er stór kafli hérna sem er svona sögulegt yfirlit og sem þurfu ekki að lesa frekar þá hans er þetta mjög fróðlegur, frekar en að vilja. En síðan þurfum við að fara að taka á frumvarpinu, hvað þar sé að finna. Og þeir sallaða niður. Bara þar standi valla steinni við steini að greinagerðin hún bara stemmi ekki alltaf við lögin og stundum við séum verið að líta greinlega til fyrirlaga og hérna. En það eru þeir lögfræðilegt stórskotanir, það er ekki hægt að halda öðru fram. Og í stuttumáli þá segja þetta frumvarp er drasl, það er illa unnið og það er bæði efnislega og líka bara, þú veist hvernig það er unnið. Ráðherrann ósammála? Ráðherrann var því pantað. Hún sagði þinginu að þetta verið pantað og sko sá sem heldur að þú getur haft samband við fyrirvændi forsta hæstaréttar, það er ekki þessa tvo sem er nú bara mjög sjálfstæðri skoðan og halda að þú getur pantað eitthvað frá þeim hvað þeim er að finnast. Þá bara vita þeir ekkit neitt um störður eða annað. Þeir hafa sinn fræðaheiður og embættiseiður að verja. Þeir leggja þetta fram með þessum hætti og ég held að það verði fyrir atvinnuveganefnd, þar sem að málið er statt núna, það verði bara afskaplega erfitt að komast fram hjá þessu áliti. Það eru miklu fleiri álitat inni frá hagsmunaaðilum með og móti eins og gengur og það eru mörg bara veigamikil og fín rök sem við finnum á þar. En álitsgerðin frá þessum tveimur gæjum að hún gerir þetta eiginlega ómögulegt og þessna finnst mér að þeir tveir þurfa að fá skó. Þeir skrifuðu þessa álitsgerð á Ekko-inniskóm sem að og þeir nota skóstærnum við 43 og 45. Mér finnst þetta frumvarp, Hönnu Katrínar Friðriksson sem að reyndar hefur verið lengi í bíker eða svona þau hafa verið látið hanga yfir þessari atvinnugrein. Það ber mjög sterkan vott það hvað samkeppniseftirlitið hefur í öllu þessari pólitíska umróti sem orðið hefur með þessa ríkisstjórn. Ótrúlega mikil völd og samkeppniseftirlitið virðist vera að skrifa heilu frumvörpin inn í þingið og fær síðan þessa fótgönguliða til þess að keyra þau í gegn.
það varða þessi búðurlög. Þú segja að þingmennin sé bara einhver fótgöngulega fyrir skilja þetta bara ekki eða vilja hafa samkeppniseftirlit. Eftirliti hafði sko mikil áhrif á frumvarpið eins og var uppalega skrifað. Já. Síðan breytti ráðherraðið reyndar talsvert eftir að hafa fengið umsagnirinn í samráðið þá og það kemur fram í umsögn samkeppniseftirlits núna. Þeir harma þannig svona frekar en stiðum þetta frekar en ekki. Þeir eru bara það pólitískir að þeir vissu alveg að Páll Gunnar sýti bara að segja bara hvernig dyrfist hún að breyta hann mala bara svo kvörkur. Það skínur reyndar aðeins í það. Nei, þeir verðu þetta láta eins og þessu ósáttir. Þeir eru bara allsælir. Alveg eins og að dómsmálaráðherra þykir ekkert vandamál að leggja fram frumvarp sem að veitir samkeppniseftirlitinu stórkarlalegar heimildir til þess að fara í húsleitir á heimilum fólks. Jafnvel þó að búið sig að sýna fram á það að húsleitir í málum að þessu tagi skila engu. Það er bara gert til þess að hrella fólk og hræða og til þess að valda fólki miska. Nákvæmlega eins og héraðssaksóknari og sérstakur saksóknari áður hafa gert margi ítrekað. Þannig að mér finnst þetta fyrst og fremst til margs það hvað löggjafarvaldið og ríkisvaldið í raun og veru veiklað eins og við horfum upp á það núna. En í þessu samhengi má ég koma með lastvikunar líka. Já. Og það í hvernig skóm á sámaður að vera? Gallaskóm. Sketches? Nei, er það ekki skól.is líka að selja það? Já. Það heita plastklósarnir. Crocs. Já. Þess að ég vil setja Pál Gunnar í samkeppniseftirlitinu á Crocs vegna þess að í umsögn samkeppniseftirlitsins þetta sama frumvarp þar farið víða yfir og maður getur haft mjög mísjafnar skoðanir á því. Valdagræðgi eftirlitsins hins vegar algjörlega augljós. En maður finnst einhvern veginn kasta 12 þegar að þeir eru að fjalla sko bara þeir byrja að bænda sér svo ákaflega fyrir brjósti að þetta sé einhvern veginn svona eins einn. Svo kemur lítil setning og það sem það er bara útskýrt fyrir lesandanum að bændasamtökin hafi af einhverjum ástæðum ákveðið að hætta að tala fyrir hagsmuni bænda. Og þetta er opinber stofnun að fella einhverja pólitíska áfyllistóma bara hún er komin langt inn í pólitík. Já. Þetta er algjörlega sko, það er ekki fyrsta sinn. En þetta er óþolandi ástand. Bændurnir stýra bændasamtökunum og ef að bændasamtökin tala á einn hátt þá er það vegna að bændurnir telja það sínum hagsmunum fyrir bestu. Þó að Páll Gunnar sé ósamálaðum þá getur hann ekki leyft sér að halda svona fram og sagt þessi samtök hafa borið fyrir róða þá hagsmunir sem að þeim er trúa fyrir. Nei, en hann gerir það samt. Hann gerir það allt í skjólið þess að hann er síðasti æviráni konungsskipaði embættismaðurinn í landinu og bara fer sínu fram. Það er 20 ár og horfir fram á önnu 20 ár. Mættilega. Já, menn hafi gefist upp að sko að fara út í að samin þetta neytastofið eitthvað svona til þess beinlinis að losna við hann. En sko einhverju leiði þarf að hafa. Það er ekki hægt að vera með mannhanna sem að haga sér eins og hann hefur gert en þarfur utan bara að þessi einhverju embættismaður sem að eigi eitthvað lén og láta eins og hann sýnist verður upp í þessar lögbrotum og hann bara segir að það skiptir einhver máli og hann gerir hann bara samtöru við sig. En það skiptir það einhver máli, hann er einhver afleggingar. Þú ert svo æstur og reiður, Andrés, að mér er helst farið að gruna að þú sért í of þröngum skóm. Já. Þú veist þetta með alveg opbúslegan bjú á löpunum síg. Er þessi bjór að fara? Eitthvað er það. Þetta er okkur að fá hjartafall. Nei, þetta eru bara öklahjárnin. Ertu með öklaband? Það er tíðindi að venda úr smásölugerunum. Heldur betur. Gerir vörmerki að snúa tilbaka. Þú þekkir þetta? Þetta þekki ég. Mínir heimamenn. Ólafsson genið? Þekkir maður sitt heima fólk. Ég ætla að færa ykkur eftir gjöf. Þetta er allt framleitt og bruggað í minningu Eggers Ólafssonar. Já, það er hann Arnar í Mosaginn sem að startaði þessuna uppálega og er að taka þetta vörmerki eftir og komi í áfengis- og tóbaksverslun ríkisins. Þið falluðu miðið, það er eins og þetta hafi verið til í 300 ár. Munið ekki erfiljóð Matthíasar Jokkumssonar Eggert Ólafsson og lýsingun á því þegar hann rifjaði upp á hverjum átni. Þegar hann fer heim að Barðaströndinni eftir brúðkaupið og siglir út á Breiðafjörðin og hverfur í sjóinn og drukknaði. Var þetta ekki svona? Það var hann Eggert Ólafsson. Þrútið var loft og þungur sjór, þoku drungað vor. Það var hann Eggert Ólafsson sem lagði úr kaldri skor. Þröngri skor. Kaldri skor. Já. Og svo er það næsta erindi. Nei, ég er að grínast. Ég hlakka til að smakka þetta. Mér er sagt að þetta sé ótrúlega frísklegt með í Negroni
sem Já. nú minn upp á strikkur að undanskildu blessuðu kampaðinu. Já, það hefur mér aldrei dottið í hug. Negronín? Já, Ok. Þú það? Já. já. Það er ekki mitt vandamál. Ég sé að Alma Möller, Wuhan Möller, sem er kallana, hún er að undirbúa það að fara að leggja okkur óhollustu skatt. Já, sykurskatt bara, ekki kallaða það. Skipa starfshóp til að skoða kosti og gata þess að leggja sérstaklega skatt á matvörur sem að telast óhollar. Þetta er alveg með ólíkindum Gjörunnar matur. Gjöreyðingar Koma þær matur. úr gjöreyðingabúðum með Já. Fylgjum þess að setja, ég sá að Þórður Pálsson vinnur okkar, aðalhagfræðingur þjóðmála, hann var nú að fjallum þetta á X í gær, þar sem hann var að bera saman þessa frétt sem var birt í vikunum það þessu starfsopærið farið að skoða óhollust skatt. Ef við smellum á hina myndina strákar, þá sjáum við að það var unnið skýrsla fyrir landlæknisembættið sem að Alma Möller stýrði nú áður. Og þar kemur fram að fjallaði kosti og galla þess að setja aukna skatt á sykurvörur. Óbirtingarhæf hagfræðiskýrsla. Já. Og embættið gerði athugasemdir við þetta því að athugasemdir embættið snýr á því að það taldi stærra sig tekið fyrir skýrslunni en það rætt hafi verið upphafi og taldi einungis að þetta lítið til kostnaðar á sykurneyslu en ekki ábata neytenda af henni. Það var unnið skýrsla sem var ekki birt af því hún hentaði ekki landlæknisembættinu. Og nú tilfelli er þetta að þessi hugmynd fæddist ekkert á Íslandi að þú ættir að fara að skattleggja nammi með ákveðnum hætti eða bara sykur sem er ráfuru eða hvað þú vilt til þess að ná fram einhverjum lýðheilsu fræðilegum markmiðum eða bara félagsverkfræðilegum markmiðum. En tilfelli er að hið sama hefur gerst allstaðar. Þessi skattenda hefur bara íþyngt láglaunafólki en hefur ekki haft neitt þann ávinning sem hafa spáð fyrir og þarfur utan eins og var nú reynt að menn ætlaði að fara að standa í þessu með þeirri afleiðingu að menn ætlaði bara hömstruðu nokkur ára byrðar að sykri þannig að það var aldrei að fara að skila neinu. Ég var að segja svo en daginn þegar menn keyptu gáma á sykri. Já, þetta er bara, ef að fólk vil borða sykur og vera feitt, þá bara er það þannig. Þú leysir svona mál ekki með því að skattleggja fólk út á markanum. Þetta er bara eins og með sígarettur. Heyrðu, það er bara ótrúlega óhollt að reykja. Það er ógeðsleg lykt af þér ef þú reykir. Þú styttir líftímaði. Það eru rökin og það eru ástæðuna fyrir því að þjóðin hætti að reykja. Ef þú vilt ekki vera feitur, þá hættur að borða sykur. Og við það situr. Og Alma Möller eða einhver embættismenn hjá ríkinu geta einhver breytt það. Heldur ekki þessi 23 verkefnastjórar lýðheilsu hjá landlæknisembættinu sem er fólk sem að dröslast á þessum krokkskóm sem Andrés var að tala hérna áðan og telur að það geti haft einhver áhrif til góðs á lýðheilsu. Eini maðurinn sem er að hafa í alvörunni áhrif til góðs í þeim efnum held ég er bara Þorgrímur Þráinsson sem er bara bara að fara í skólan og tala við krakka og útskýra hlutina. Það er ekki að gerast með einhverjum bæklingum. Er ekki Björn Leifsson og Dísa í vörklass að hafa bara góð áhrif á? Þau eru bara að reka stærsta heilbrigðisþjónustu fyrirtæki á Íslandi. Er það ekki? Jú. Ég er nú notabenn að verða of seinn hérna í ræktina hérna því að þið tala svo mikið. Já, en bara... Þið eru ástæða sem ég er svona feitur. Ég fór bara velta með hvernig félag atvinnurekenda myndi taka á þessum sykurskatti. Já. Félag sem stutti veiðigjöldinni fyrir að það er á móti þessu eða hvernig? Ég gerir ráð fyrir því. Vilja Olmir komast inn í Evrópusambandið. Já. Herðu, við ætlum að halda það bjórkvöldi næstu viku. Já. Á Eskifirði. Já. Ef við keyrum, gistu við þá á Hótel Akureyri eða? Ef við ætlum að fara norðurleiðina? Já. Varst þú ekki þar daginn? Ég var þar síðushelgi og letar blöta drauma mína að kynnast veitingahúsinu North sem er inn á hótelinu en er útibú frá Dill í Reykjavík. Ég ætla að prófa það. Algjörlega frábær matur, frábær pínu lítill staður, hráefni meira og minna úr nærumhverfinu og svo ætla ég nú að fara á Röpp þarna á laugardagskvöldinu og þá heyrði ég Jóni Elvari Hjörleifsson í félagi mínum sem er stórbóndi á Hrafnagili með meiru, liðugasti bóndi á Íslandi. Hann getur farið í spíkat án þess að taka eftir því sjálfur.
ég búin að drekka mikið eða heyrði ég frasa hér sem er liðugast í bóndi? Þetta alveg vitað, sko. Okay. Ég skal sína þið mynd á eftir. Þetta er algjörlega crazy. Er hún óbyrtingarhæf? Nei. Það er bara, mér verður illt í klófinu því ég sé hann gera þetta. En það er annar mál. En hann dróð mig á Þorrablót Eyfirðinga inn á Hrafnagili á Laugardalskvöld. Það var nú meiri stemningin með því frábæra fólki. Og mér veist nú eða bestu röki þegar hann hringdi að segja, þú kemur á þetta Þorrablót? Ég segi, ég á nú panta að borða þetta á Röbb. Segi, þú þarf nú að taka heilt bóks á ormalifi eftir að borða þetta sushi. Það á nú ekki við súrmátinn frá okkur. Og svo mætti Þorrablót og þá var þetta Röbb með þorramatinn líka. Þeir eru svo fjölhæfir, frábært veitingahús. Og því líka stemningi Finnur Aðarbjörnsson vinnur okkar í Skófur. Hann fékk svoleiðis fyrir ferðina í hverju vídeónu og fættur öðru. Þetta er svo mikið, sko þessi Þorrablót hérna á Höfuðborgarsvæðinu, þá þetta leggja þau af. Þvílíkt humbúk og prump sem að það er. Bara þú verður að leggja þetta til við heilbrigðisráðherra. Það er bara að vera að bjóða fólki upp á einhverja lambasteikur og bernes og fólk er að mæta einhverjum paljettu kjólum, kallar og konur og skemmtiatriðin öll bara aðkeypt ömurleg rándýr atriði frá einhverjum atvinnuskemmtikröttum. Erlendir. Sá sem að hefur farið á Þorrablót út á landi, hvað sem það ekki á Eyfirðingum eða Húnvetningum eða út í Hrísey, þeir vita að menn fara ekki á Þorrablót á Höfuðborgarsvæðinu. Og hana nú. Já, okay. Og Lexía dagsins á Stefán Einari. Ódýr Lexía, en Lexía einhver sigur. Ég ætla bara að minna og vinna okkur á Hótel Akureyri. Þeir eru farin að bjóða upp það að þeir sækja það á flugvöllin, á flýgur norður. Ok, þannig að maður þarf að prófa það. En annaði því, nýji morgunverðarsalurinn, Lón, sem er í nýju byggingunni, sem voru að fá þarna umhverfisverðlaunum fyrir. Þetta er svo kósí. Og þetta er svo geggjað og hann, Daniel vinnur okkar sem að rekur þetta, hann hefur sankað að sér ótrúlegum innanstokksbúnaði sem að maður áttar sig ekki alveg á hvað hann er og ég hitt hann þarna einn morgun og sagði, hvaðan eru ljósin hérna yfir? Mjög undarlegir svona ljósaskermar með einhverju svona unit á og hann sagði, ég fór á forngripasölu í Hollandi held ég hann hafi sagt og mér er sagt að þetta séu gamla ljósakrónur frá Austur-Þýskalandi. Þannig að textum að búa til það er svo gaman að borða morgunmat þarna. Það er önnur ástæð fyrir því okkur ég er svona feitur. Ég satt bara í 3 tíma og skóplaði í mig þarna pönnuköku með Nutella og baconi og camembert og hvað er það? Kaffi. Það er eiginlega ógeðislega feitur. Já. Það er alveg ótrúlega að þau skulle komast að hérna bara í stúdíónu með mér. Við skulum ekki vera feitusmána fólk hérna. Það dytti mér aldrei í hug. Rétt í lokin. Það búið að selja Valhöll. Já. Hvað segir við því? Það var ekki ég. Nei, ég veit það. Bara ótrúlega mistök og enn einn svona niðurlægingar enn ein niðurlægingar rennibrautin sem að þessi flokkur eru ákveð að steypa sér niður eftir. Af hverju? Þetta er tákmynd, þetta er glæsilegt hús og er sögufrægt og til massum stöðuleika og ákveðna ímynd sem að flokkurinn þarf á að halda í núverandi ástandi. Það þarf ekki að koma sjálfur sér á hrakhóla. Sko, þeir eru búin að koma sér nýjum höfustöðum í hrakhólum 10. Ég verð reyndar að vera ósámálaður þetta, en svo margt. Já. Þá veit maður að maður er á rétt að standa. Ég hef unnið í þessu húsi og það er ekki neitt sérstaklega hentugt til þeirra starfsemi sem á að fara fram í því. Það eru stóri fundarsalir og það eru skrifstofur. Hvað viltu að skrifstofur stjórnmálaflokks hafi? Nei, ég meina bara starfsemi flokksins hefur breyst mjög verulega. Hvað viltu hafa í svona húsi? Þú þarft að hafa aðgang á fundarsölum en það er ekki þar með sagt að þú þurfur að eiga Þannig að eignarhaldið er að flækjast þér. Þetta er einhverja 3 risastóra fundarsali. Þetta eru 2 stórir fundarsalir. Það er einn í kjallaranum líka. Það sem hafa verið með nýtingu kannski upp á 3% ári. Þú getur leikt það út, alveg eins og þeir sem að þú ætlar að fara að leigja salina af núna í hrakhólum 10. Það hefur verið, þeir hafa verið í útlegu, en það bara gengur svo og svo vel. Það er þá vandamál svo við leysir, sko. Lausnin ferst ekki að selja ofan á sig. Já, þá verður þú bara að bjóða fraldis að vera formaði Sjálfstæðisflokksins. Nei. Heyrðu þið þögnina? Já. Þú getur bara, ég hefði að þá verður þú að bjóða fraldis að vera húsvörður í Valhöll. Og byrja búin nýtt það. Nei, þetta er bara ekki rétta lína. Nú verður þessu breytt í eitthvað skýta 3 stjörnu hótel og bara verður endanlega áminningu um það hvernig þessi flokkur hefur mist fótana. Já, en síðan að því þú varst að tala um tákmynd, þetta er náttúrulega barnsins tíma í útliti. Þú líka. Og það. En munurinn sá ég get Málega þetta gott svar. Þetta bara til aðmyggjast og þú
þú vannst rökraði Þú veist, beint í mannin, ekki boltan. þetta er bara líkur hér með It's funny cause it's true. Ég hvet fólk til að kíkja á þátt á YouTube. Tilfelli að þetta hús svolítið tákmynd, þú veist, þessa mikla valdaflóks sem að nánast sko bara... sem sérstofnum ekki lengur, eða? Þetta nánast sovjast yfirbræð. Okay. Ég held að frjálslyndur borgaralegu flokkur, hann geti alveg haft sko fleiri ásýndir heldur en þá. Ertu með ælupoka? Já, menn þetta bara ólík... Sovjast yfirbræð frjálslyndur Við erum bara að draga hér fram ólík sjónamið á þessu húsnæði sem að... Ég tek ekki þátt í þessu. Það eru rétt í lokin. Ekki sár. Miður mín. Þessar deilur á Bifröst, ef að fara eitthvað yfir þetta. Já, heyrðu. Þessi þáttur ekki búið. Nei, hann er rétt að byrja. Og komið þá að setja hlutar. Af hverju hatar Guð Bifröst? Í fyrsta lagi búið að gera þetta fjarnámsskóla og búið að breyta skólabyggingunum í flóttamannabúðir. Og mikluost. Svo Margrét Jónsdóttir Njarðvík sem er doktor í spænskum bókmenntum og alþjóð veit. Hvað segir þau? Hún er doktor í spænskum bókmenntum. Já, heyrðu, mér fannst þetta gleyma þessu. Nei, mér finnst þetta koma fram í sjónvarpinu dag. Já, Don Quixote. Ég held að það hefur komið 6 eða 7 sinnum fyrir í sama miðotnviðtalinu í sundarsmókanum ekkert í mann. Hún hleypir öllu í bál og brand með fulltingi Guðrúnar Jónsson, hagfræðings, og það er bara skólinn, það logar allt stafnar á milli. Og það það að reyna að bóla þetta úr 3 starfsmönnum. Hvernig tekst fólki að kveikja í húsi sem rekir í fjarkennslu? Það eitt og sér afrek. Heyrðu, og hver er niðurstaðan? Jú, eins og við komum að í upphæð þáttar, að Ólína Þorvarðardóttir er fengin til að stilla til friðar. Eftir að Margrét sagði starfi sínu lausu? Já, sagði embætti sínu. Er þetta ekki embætti? Ég held það. Nei, starfi, já. Hver sem það skiptir? Þetta er mjög skrítið mál. Við rifjum þetta aðeins upp daginn. Við vitum það að Guðrún Jónsson, hún kerði þarna í gegnum eitthvað gerðgreindarforrit, einhverjar fræðigreinar, sakaði samstarfsemi sína ritstuld eða það hafa falsað aðkomu sína að greinum öllu heldur, ekki ritstuld, sem að reyndi síðan ekki rétt. Síðan er búin að hreinsa þetta starfsfólk þessum ásökunum, en eftir situr Guðrún Jónsson og Ólína. Já, Guð blessi bara nemendurna og skólan og allt það sem hún Svo búið að vera alls konar intrikur þarna að reyna að fá nemendur til að lýsa við stuðningi við skólameistarann og veit ekki hvað og hvað. Var það ekki kodnið sem fylgdi mælinn? Þegar komið ljós að það var búið að vera að setja þrýsting á nemendur að taka afstöðu með skólameistarann, þá einhvern veginn virtist botnin falla. Stjórnin virtist gera það líka. Já, en sko þó að Ólína sé kannski ekki endilega til friðar fallin og svona gangi ímislegt á í kringum hana, þá er hún samt sem aður, hún er dugleg og hún er skelegg og það gengur undan hann. Þannig að ég hugsa að hún sé nú ekki mætt þarna bara til að fá sér te. Og þá hlýtur það fyrsta sem að hún þarf að velta fyrir sér. Það er hver staða deildarforstans Guðrúnar Jónsson. Bara virkar þetta. Fjallaði doktorsritgerð Ólínu Þorvarðardóttur ekki ángríns nornabrennur í þjóðháttafræði. Þú segir nokkuð? Ég held að doktorsritgerð, ég ætla að fá að fletta þessu upp eins og skot. Ég get mist hennan brandar á til skurðs, það er bara að fara að tala um nornabrennur og Guðrún Jónsson. Nei, en þarna það er fullt af óuppgerðum málum innan skólans sem að alveg ljósta henni í rektor þarf að taka á og hann þarf að taka á eins og skot vegna þess að þetta er búið að vera mallatur í marga vikur þetta mál og bara skólinn algjörlega í rúst eftir. En síðan er náttúrulega hitt eftir bara sem háskólasamfélagi þarf í stærra samhengi að taka fyrir. Hvernig á að nálgast þessi gervigreindamál og akademíunni heild? Það er líka stórt atriði. Ólína Þorvarðardóttir skrifaði doktorsritgerð galdrafárið árið 2001 og hér er frétt frá 2023 eftir Val Grettisson á RÚV undir fyrirsögninni vill réttlæti fyrir þá sem voru brenndir fyrir galdra. En mun hún þá ekki rétt að hluta Margrétar? Margrét vill meina þá að þetta séu galdrabrennur? Það er vissara en en svo náttúrulega Haldið Ólína þurfi að fá svona aukna hleðslu frá vinum okkar í Amber. Er þetta ekki háspenna lífsætta í þessum háskóla? Jú, mögulega. Þetta eru góðar hleðslur, ég hef notað þetta. Já. Þægilegar sett upp í húsum, fjölbýlishúsum. En svo gott þegar maður kemur heim síðdegis, veit að maður ekki að fara aftur úr húsi, kveikir á sánunni, stingur bílnum í samband og veit að þegar maður vaknar á mótna þá er hann uppfullar af rafmagni. Og tækni, hugsa ykkur þess að tækni... Getur verið áskrift bara þessu? Já, þetta er sniðugt. Ég man ekki alveg hvar ég er með áskrift í mínu húsi. Nei, en þó að ég sé ekki vafa að
nýja rektornum á Bifröst veit ekki af sko hleðslu fyrir þennan fjarskóla. Ég líka bara verða að segja eins og ég kíkti nú aðeins á bara þú veist hvað verið að kenna þarna einhverja kúrsa og einhverjum dót. Ég veldi fyrir mér sko bara getur skólinn lifað mikið meira af og síðan kannski erfiðara spurning á hann eitthvað að lifa það frekar af. Svo það bara annar mál. Þetta algjört rugl orðið núna þegar þetta orðið fjarkennsluskóli þegar búið ángrís, það er stappa úkrænumönnum sem að búa þarna í þessum byggingum og borgarbyggður reyndir að sliga stunda þessu á þess að hafa samþýtt að taka það að sér okkar, þetta allt í rugli. En auðvitað það runn út í sandin einhvern veginn sameiningaviðræðna við Háskólann á Akureyri. Nú að bara nýta þetta færa og segja, þessari búlu verður bara lokað, þessi stað sem fer bara undir Háskólann á Akureyri, fyrst að þetta hvort er í fjarnámi, við losnum við bara stjórnsýslukostnað, það er rektor á Háskólann á Akureyri, þá losnum við bara kostnaðina rektornum og þessum deildarforsetum annað og það er augljóst hagræð af því. Þetta er bara, hér er komin, það er komið ögurstundu hjá Bifröst, það gerir ekkert lítið úr skólanum, það er bara búið að halda svo óhöndulega á þessum málum að hann á sér ekki viðreisn von. Nei, og það er líka hægt að horfa annar staðar frá, sko, ég meina það er komið svarin í þingi launakostnað hjá háskólanum. Bifröstur, það er bara í einhverjum sérflokki. Það er bara miklu hærri laun þar. Já, þeir eru nú aðalega bara í verktaka. Ég sá þetta að Margrét hún var í Kastljósi síðustu viku og var að fjalla þessu mál og þar kom, ég er ekki sem að fara í þáttinn til að svona hálfpartin viðurkenna skattalagabrot skólans en þar kom í ljósa sko starfsmenn eru náttúrulega fá alltaf yfirvinnu greidda í verktöku. En þetta ekki sama og rúvarðin voru að gera þetta fyrir nokkrum árum. Voru að vinna fréttastofunni og stýra svo auka þáttum og þetta í verktöku. Jú, gerfi verktaka svo kvöld. Já, og fengu athugasemdir það sko. Já. Þannig að það er annar mál. Ef að senda straumana til Ólínu? Við sendum góða, Ólína hún er fræbær, hún er auðvitað, það er kraftur í henni og svona það gustar hana með þetta öðrum hætti en flest aðra og ég held að hún sé ekki rétt að manneskjan í þetta en kannski reynist það rétt, það gerir ekki lítið úr því hvað hún er frábær að mörgu leyti en svona, mér fannst þetta dálítið kostulegt þegar skólinn einhvern veginn það kviknar í skólanum menn hringja á slökkulið og bensínafgreiðslumaðurinn mætir á svæðið. Já, ég ítrykka það sko. Nei, þó að Ólína sé kannski ekki endilega sko bestið að koma á friði, hún gæti verið rétt að mannski að koma að skikka á. Já, kannski. Herðu, Andrés Baldursson, Stefán Einar, til að senda ykkur inn helgina. Takk fyrir að bjóða. Takk fyrir komuna. Takk. Takk þeir sem hlustuðu og þeir sem horfðuð. Góða helgi.